Komið í sæl. Við erum búin að fá predikun í dag. Kannski litlu við það að bæta, þannig að þá er þetta bara kennsla. Þetta er bara yndislegt að fá ykkur, elsku systur, og heyra hvað er að, og bróðir. Jói var með okkur hérna heilan vetur. Gott að sjá ykkur. Þetta er bara frábært starf og takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Og mér finnst bara við hæfi að fórnin í dag fari í þetta starf, af því að þið eru nú hér í heimsókn. Ég veit ekki hvað það er mikið ennþá en þið fáið að vita það. Og endilega ef að ég veit að það eru flestir sem að styðja eitthvað hérna og oft segjum við já, eitt í viðbót. En við þurfum að vera þar sem hjart okkar er. Og ég verð að segja að þegar ég heyrið svona vitnisburð að þá er hjarta mitt þar, vegna þess að þetta er hjarta Jesú Krists, að fara og sækja hina hrjáðu. Og við erum ekki öll endilega sem getum farið, en ef það er einhverju hérna sem finna hjá sér að þeir eigi að hjálpa til í þessu starfi, þá endilega taliði við þær á eftir og atviði hvort að hægt er að taka þátt, vegna þess að kirkjan er ekki bara hér á sunnudögum, eins og við heyrðum. Kirkjan er þarna úti. Amen. Títus 2:9, 2:8 og 9, það var orð sem að mér langaði að miðla með ykkur í dag. Reyndar, það var 9. versið sem að ég ætlaði að leggja út frá. Þar segir áminn þræla að þeir séu undirgefnir húsbændum sínum, Títus 2:9. Og í öllu geðþekkir, ekki svörulir, ekki hnuplsamir, heldur skulu þeir auðsýna hvers konar góða trúmennsku til þess að þeir prýði kenningu Guðs frelsara voss í öllum greinum. Og þetta er boðskapur til þræla. En boðskapurinn til predikarans kemur í versinu á undan og ég ætla að lesa það líka. Svo skalt þú og áminna hina yngri menn að vera hóglátir. Þetta er vers 6. Sýn þig sjálfan í öllum greinum sem fyrirmynd og í góðum verkum. Vertu grandvar í fræðslu þinni og heilhuga, svo hún verði heilnæm, óaðfinnanleg og að andstæðingurinn fyrirverði sig þegar hann hefur ekkert illt oss að segja. Ég var búin að lesa þetta líka hérna 9. versið úr Passjónbiblíunni sem ég sneri yfir á íslensku. Þjónar eiga styðja húsbændur sína, gera það sem þeim er þóknanlegt. Þeir eiga ekki að vera þrætugjarnir eða stela, heldur sanna sig að vera tryggir og traustverðir. Hér er orðið þjónar notað. Sama orðið í grískunni oft yfir þjón og þræl. Með því að gjöra svo, þá auglýsa þeir með verkum sínum að þeir lifi út fegurð kenningar Guðsvors og frelsara. Og það er þetta prýða. Að sýna fegurð. Við fengum, þegar við máluðum húsið hérna, þá fengum við komment frá prestónum hérna, minnst kosti 2, að húsið okkar væri bæjarprýði. Þannig að prýði er eitthvað sem að við er til skrauts, eitthvað sem að við, já, sem að er fallegt, eitthvað sem að fólk tekur eftir af því að það er fallegt. Og það er þannig sem trú okkar og líf okkar sem kristina einstaklinga á að vera. Og þá ætti athygli mín að því ég verð að fylgja svolítið með hvað er að gerast í hennum kristna heimi. Þetta orð hérna, sín sjálfan því öllum greinum sem fyrirmynd. Ef við ætlum að predika Guðs orð, þá verðum við fyrst að lífa það. Páll segir við þá í kirkjunni í Efesus, það er í Postulasögunum 20, haf gát á sjálfum þér fyrst.
það alltaf þetta við okkur sem erum að boða Guðs orð, við höfum fyrst gátt á sjálfum okkur, síðan öðrum, af því að Guðs orð til okkar, allra. Og það að tala Guðs orð þýðir ekki að við séum eitthvað meiri, vegna þess að sá sem talar hann á að tala Guðs orð, það Guð að tala til okkar allra. Og hér segir sýn þig sjálfan í öllum greinum sem fyrirmynd í góðum verkum, og svo talar hann að vera grandvar í fræðslu þinni, heilhuga, svo hún verði heilnæm, óaðfinnanleg og andstæðingurinn fyrirverði sig þegar hann hefur ekkert illt oss að segja. Hugsið ykkur, ef það væri þannig í hinum kristna heim í dag að andstæðingurinn hafi ekkert illt hinn kristna heim að segja. Því miður það ekki þannig. En þetta allavega það sem að Páll brýnir fyrir Títusi, að fræðslan eigi að vera heilnæm, og hann talar það fyrir í kaflanum á undan til þess að þeir verði heilbrigðir í trúnni. Og það mikið atriði að við verðum heilbrigð í trúnni. Stundum, af því að þetta kemur nú upp hérna, þá heyri ég það að ef ég hef ekki verið alki eða ef ég hef ekki verið í fíkniefnaneyslu, þá get ég alls ekki neitt miðla til fíkniefna neytenda. Nei, það ekki þannig. Það allir sem vilja fá heilbrigða fyrirmynd, fá kærleika, fá föðurýmynd, móðurýmynd. Það það sem fólk þráir, og flest þetta fólk hefur farið á mis við það, og þess vegna þurfa þeir ekki einhvern endilega annan eins og þá til þess að leiðbeina þeim. Þeir vilja fá einhvern sem heilbrigður. Og það eins með trúarlífið, það svo mikilvægt að við séum heilbrigð í trúnni. Og versið hérna segir, sem ég gekk út frá, að við eigum að prýða kenningu Guðs. Kenningu Guðs og frelsara. Lifandi orð segir, þannig gera þeir kenningu Guðs og frelsara aðlaðandi á allan hátt. Haldið að væri ekki yndislegt ef að allir kristnir væru þannig að líf þeirra væri aðlaðandi fyrir alla sem horfa á. Og að óvinurinn hafi ekkert á okkur. Hann hafði ekkert á Jesú. Jesú sagði, hver getur sannað á mig synd? Og vitið það, við eigum að geta sagt með Jesú, hver getur sannað á mig synd? Við erum kristin. Ég heiti Kristinn og við öll erum kristin. Og við stöndum fyrir Jesú Krist hér á jörð. Og ég setti niður hérna, skrifaði nokkra punkta hérna, að við stöndum hér Krist í stað. Jesús farin og við erum hér í hans stað. Við erum ekki einhverju sem eigum að vera vælandi alltaf og leita okkar hjálpar og biðja Guð að blessa okkur. Við erum hér í hans stað að blessa þennan heim. Við erum hér í hans stað að sýna heiminum að Jesús Kristur, hann lifir. Og þannig að það svo, í mínu hjarta í gegnum árin, að það verið þetta hrópa, við sjáum fólk sem heilbrigt í trúnni. Það hryggir mig svo að sjá fólk sem ekki heilbrigt í trúnni, og það hryggði Pál líka, þess vegna var hann að tala til þeirra inn í þeirra kringumstæður, og hann sagði að hann vildi þeir yrðu heilbrigðir í trúnni. Að prýða kenningu Krists. Við getum ekki prýtt kenningu Krists ef við þjónum tveimur herrum. Við annarkvort þjónum einum eða engum. Jesús talaði til kirkjunar í Laodíkeu og hann sagði það annarkvort allt eða ekkert. Og svo það þessi, sumir segja, hvað í Rómverjabréfinu talað hræsnislausa elsku. Og það mikið af hræsniselsku í heiminum í dag. Þú getur varla að opna svo Facebook að þú sjáur ekki ást og friður og hjarta, en hvað nær það langt? Og
það sem ég kalla hræsniselska, hún snýst það að þú segir ekkert sem fær öðrum til að líða illa. En var Jesús þannig? Nei, orðið hans skar upp og það var beitt. Og ef að við viljum öðrum vel, ég veit með börnin okkar að þau vilja ekki alltaf heyra það sem við erum að segja, en þegar við elskum þau, þá segjum við þeim sannleikan, við segjum ekki bara það sem við vilja heyra í það skiptið, við segjum sannleikan af því að við elskum þau. Og þannig á það að vera í kirkjunni líka, að við segjum hvert öðru sannleikan, við áminnum hvert annað, þess vegna er samfélag svo mikilvægt af því að við erum líkami og við hjálpum hvert öðru. Og hér kemur líka fram að óheilnæm fræðsla, hún prýðir ekki. Þannig að það er svo mikil áhersla á að orð Guðs sé hreint og heilnæmt og það sé flutt á þann hátt sem prýði hina heilnæmu kenningu. Nú, synd, það prýðir ekki kenningu Krists. Ef við lifum í synd, þá erum við ekki að prýða, þá erum við ekki að segja fólki hversu fagurt og yndislegt okkar samfélag við Krist og þá erum við ekki að Kristur, hann lifði aldrei í synd. Og ef við ætlum okkur að lifa í synd og kalla okkur kristinn, að þá segir Biblían í Jóhannesarbréfinu, og það eru hörðorð, að þá heyrum við ekki honum til. Þýðir það að við getum ekki syngað? Nei, það þýðir ekki það. En þá eigum við árnaðamann hjá föðurnum, en okkar áætlun er ekki að lifa í synd, okkar áætlun er að lifa án syndar af því að við stöndum hér fyrir Jesúm Krist. Og við viljum prýða kenningu hans á allan hátt. Og nú er ég að tala til okkar sem líkama og jú, ég held ég myndi segja þetta líka við fólk sem er að byrja í trúnni að ef þú ætlar að fylgja Jesú Kristi þá skaltu gefast honum alveg og leyfðu honum að vera drottinn í lífið þín. En við lemjum samt ekki fólk í hausinn ef því mistekst. En það er eitthvað, ég veit þegar ég tók á móti Kristi og ég frelsaðist, þá þurfti ég ekki að reyna þetta eða hitt. Það gerðist eitthvað innra með mér og mér langaði ekki lengur að lesa það sem ég las áður, mér langaði ekki lengur að horfa á myndefni sem ég horfði á áður, meira segja, mér langaði ekki lengur að fá mér sigarettu og það er erfitt fyrir suma að trúa því. Það var þannig að ég var á togara, það voru verstu mögulegar kringumstæður og ég hef sagt ykkur dáður sumum að fólk sagði, hann stendur þetta nú aldrei af sér sko, vera hérna á togaranum og allir á fyllirí og og fórum í siglingar og vitið, líf mitt gjörbreyttist. Ég var í vélarúminu og ég fór með Nýja testamenti niður í vél og var að lesa í Nýja testamentinu. Og það var þannig að þegar þú varst á skipi allavega í þá daga þá þurftur að kaupa kartón af sígarettum. Þú gast ekki fengið einu eða einn pakka. Þannig að ég fór með hálfan pakka og ég var nýbúin að taka á móti Kristi sem frelsara mínum og ég fer með hennan hálfa pakka og segi við Guð. Ég man að ég satt á kojinni upp í klefanum mínum og nú hjálpar þú mér að hætta að reykja. Ég var búin að reyna að hætta að reykja svo oft, reykja vindla og gera þetta og hitt og alltaf fjallið. Og ég segi við að nú hjálpar þú, ég kláraði hennan pakka, drottinn og kannski finnst sumum það vitlaust að segja það, en ég gerði þetta svona og ég kláraði pakkan, mér var aldrei langaði að reykja síðan. Aldrei! Og ég er að segja ykkur satt, ég ber þess vitni. Og ok, það er ekki allir sem upplifa þetta svona og ég ætla ekki að dæma þá sem upplifa þetta einhvern veginn öðruvísi og hafa ekki geta hætt, ég ætla ekki að dæma þá. Og þetta er ekki staðsta syndi, þetta er bara vitnisburður það hvað Guð leysti mig frá. Og ef við kom, einhver að segja eitthvað? Nei. Þannig að þetta gjörbreytti svo lífi mínu, það var ekki að vera kristinn er ekki eitthvað sem að
ég að reyna að gera á hverjum degi, það kom eitthvað inn í mig sem knýr mig til að elska og fylgja Jesú Kristi. Og það þessi heilagi andi sem við fáum þegar við gefumst honum. En þetta að prýða kenningu Krists, mér langar aðeins að bara, það eru nokkra ritningar hérna í 2. Korinthubréfi 9, að þá að tala hjálp hinna kristnu, það 9. kapli og 13. versið, þá segir 2. Korinthubréf 9:13, þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta þá munu þeir lofa Guð fyrir að þér haldið játningu yðar. Og ég vil einmitt segja það, að þarna hann að tala að gefa fé til þjónustunar og að bara þessi þjónusta sem þið hér eruð að framkvæma fara út á götunar, þegar menn sjá það, þá sjá þeir að það eitthvað að marka þennan kristindóm. Að við sittum ekki bara og höldum að okkur höndum, við förum og gerum það sem Jesús gerði. Þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta munu þeir lofa Guð. Þeir lofa Guð. Sem sagt, líf hins kristna mann á að benda á Krist og meira en það, kenningu Krists. Og á enskunni segjum við að Christian, he represents Christ. Hinn kristni, hann kynnir Krist. Hann kynnir Krist. Hann ekki lengur hinum megin að leita sér hjálpar. Hann kynnir Krist. Auðvitað þurfum við á hjálp Guðs að halda. En við samt kynnum Krist, við erum hér Krist í stað. Kirkjan hér Krist í stað. Og mörgum finnst kenning ekki skipta máli. Ég heyrði þetta oft hérna að við höfum bara að lofa Guð. Bara Drottinn blessað okkur og kenning, það eitthvað leiðinlegt. Og ég man að stundum fannst sumum leiðinlegt að hafa svona brauðsbrotning eins og við ætlum að gera, að hafa svona eitthvað formlegt og leiðinlegt. Og í hugum margra, oft sem eru nýjir í trúnni, að því að þeir eru svo spenntir, þeir eru bara að lofa Guð, að þá kenning eitthvað sem ekki svona, já, það getur verið leiðinlegt að fara á svona langan biblíulestur og allt þetta. En kenning samt eitthvað sem skiptir mjög miklu máli. Páll bendir á kenningu í 1. Korinthubréfi 12:7, þar sem hann segir að gjafir andans séu til þess sem gagnlegt Það kenning. Það kenning. Að gjafirnar sem Guð gefur, hann gefur þær til þess að við höfum gagn af því. Heilagur andi kemur ekki yfir þig svo þú hristist. Hann kemur yfir þig til að þú breyta lífið þínu. Hann kemur yfir þig stundum til að lækna þig, en stundum sér fólk sem hristist og sumir fara að temja sér að hristast líka. Ég sé svo margt skrítið í líkama Krist, að einhver kemur svona og þá kemur hinn næsti svona og svo allir í kirkjunni svona. Það ekki tilgangurinn. Tilgangurinn að lækna og breyta lífi. Nú, það segir í 1. Korinthubréfi 14:26, þegar við komum saman, þá einn sálm, einn hefur vitnisburð og einn hefur kenningu. Og nú erum við að heyra kenningu. Við erum búin að lofa Guð, við erum búin að fá vitnisburð þar sem Guð að gera og nú höfum við kenningu. Og síðan segir tungutal og útlistun, segir í þessu, að einn hefur kenningu og opinberun tungutal og útlistun. Og ég hlakka til að fá það aftur inn í kirkjuna, tungutal og útlistun. Amen. Af því að ég velstjóri, búin að vinna í mörg ár við vélaviðgerðir og allt svona, þá veit ég að það kenning skiptir máli. Ég þjónustaði svona afvísingabíla hérna upp á velli sem afvísa flugvélarnar og ég veit að einstefnu loki í vatnsrás, hann verður að snúa rétt. Annars kemur ekkert vatn. Það alveg sama hvað þú blessaður, sama hvað þú lofar Guð mikið eða sama hvað þú hlær mikið, að ef að lokinn snýr ekki rétt, þá færð ekki vatn. Ég var líka að vinna í rafmagni og ég veit að ef að díóða snýr ekki rétt í rásinni, ef hún liggur í ljósarás, þá færðu heldur ekki ljós. Alveg sama hversu blessaður þú ert. Þannig að kenningin skiptir öllum máli og það blessar okkur að hafa rétta kenningu. Það málið. Það það sem blessar okkur. Af því að þá erum við á réttri leið. Nú,
í Lúkas 6:4-6 að þá talar Jesús einmitt þetta, þessa kenningu, og ef við lesum 2 vers í Lúkas 6:46-49, 6:46-49. En hví kallið þér mig herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Ég skal sýna hverjum sá líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann líkur manni byggði hús, gróf djúpt fyrir, grundvallaði þá að bjargi. Nú kom flóð, flaumurinn skall á því húsi, en fékk hvergi hrært, vegna þess að það var vel byggt. Hinn heyrir og gjörur ekki. Og gjörur ekki líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar og fall þess varð mikið. Og þess vegna þegar við tökum kristna trú, þá svo mikilvægt að við tökum við kenningunni og byggjum húsið okkar á klettinum. Vegna þess að þegar að dæmisagan, ég skrifa hérna, dæmisagan sýnir okkur að líf byggt á kenningu Krists, hún sýnir okkur líf sem byggt á kenningu Krists og síðan líf sem byggt á blekkingu. Ég vil byggja líf mitt á kenningunni, ég vil ekki byggja það á tilfinningum, hvað ég upplifði þarna eða upplifði þarna, eða hvað þessi upplifði. Ég vil byggja það á því sem Jesús segir og ég vil láta alla hans einstefnu loka snúa rétt í mínu lífi. En því miður að þá ekki allir kristnir endilega sem prýða kynningu Krists og allt og margir sem heyra eru eins og hinn og gjöra ekki, og þegar vatnsflóði kemur að þá engin vörn, engin grunnur. Og það þess vegna sem við höfum kenningu til þess að varveita okkur og vernda okkur, að við stöndum þegar að menn tala allt ljúgandi illt okkur, þegar að menn ráðast á trú okkar og segja okkur að þetta sé ekkert að marka og þetta eða hitt, að þá stöndum við af því að við vitum að við erum samfærð. Og þetta á við erum með lækningaskóla hérna á Laugardögum núna. Við erum að kenna vídeókennslu einhver besta kennsla sem ég hef séð. Ég er búin að vera frelsaður í 47 ár og ég er búin að lesa margar bækur lækningu, John D. Lake, Bosworth, Osborne og fleiri. Og þessi kennsla, hún frábær. Hún einmitt kemur með kenningu sem segir okkur að Guð, hann læknar þig ekki. Og nú sperra allir við eyrun. Hann læknaði þig á Golgata. Það kenning. Hann læknaði þig á Golgata. Það þitt og okkar að meðtaka lækninguna í dag. Hún til staðar. Alveg eins og hjálpræð þitt var til á Golgata og hann, Guð, hann sem sagt ætlar ekki að frelsa þig, hann gerði það á Golgata krossi fyrir 2000 árum. Þú tekur við því þegar þú heyrir boðskapinn og það það sama með lækninguna og ég trúi því að ef að kirkjan fær opinberun yfir þetta og við grípum þetta og förum að fram, það var þetta sem Jesús gerði þegar hann gekk hann sendi það út og hann læknaði sjúka. Hann læknaði alla sem voru í þörf, segir Lúkas 9:11. 9:11. Jesús læknaði ekki bara þá sem hefðu trú, hann læknaði alla þá sem þurftu. Og það kenning. Hann vill ennþá lækna alla þá sem þurfa. Svo oft sjáum við fólk fara út sem var í þörf. Við sjáum einhverja læknast, en þeir sem höfðu mesta þörfina, þeir fóru út sjúkir. Þetta eitthvað sem við viljum breyta. Lærisveinarnir upplifðu þetta líka. Það var maður sem kom til þeirra, flogaveikur eða illur andi í honum. Þeir gátu ekki reykið út á honum. Og þeir komu til Jesú og segja af hverju. Og Jesús, hann bara hristi hausinn, æ þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á ég umbergu, hvað langt í að þið ætlið að skilja þetta. Og það eins í dag að ég trúi því að Guð, hann þráir að sjá svo miklu meira. Hann þráir að gera svo miklu meira. Verkið unnið, kenningin til staðar, Kristur hefur dáið fyrir syndir okkar og sjúkdóma.
Og þess vegna þurfum við sem kirkja að byrja að prýða kenningu Krists og ein prýðin myndi vera lækningar til hinna sjúku. Ég þrá að sjá það, að hinni sjúku þeir geti komið og þeir fái lækningu. Hinni hrjáðu, þeir fá umönnun og kærleika og lækningu líka fyrir sálina, vegna þess að það er það sem vantar. Og spurningin sem við erum að spyrja okkur oft á tíðum, áður en ég segi það, þá ætla ég að segja hérna, hversu margir kristnir rannsaka ritningarnar til að finna út hvað Guði er þóknanlegt. Hefur þú rannsakað ritningarnar og Biblíuna, er þetta Guði þóknanlegt? Er ég að gera rétt núna? Má ég þetta ef að Jesús er drottinn? Eða ætla ég bara að gera þetta því allir hinni gera þetta? Og sjáðu til í kirkjunni okkar í dag að þá eru mörkin að færast svolítið til og svo gera allir þetta, svo gera allir þetta. En hvað ætla ég að gera? Ætla ég að rannsaka ritningarnar fyrir mig og gera eitthvað sem prýðir hans kenningu? Vil ég, sama hvað aðrir gera, vil ég standa og prýða, gera kenninguna hans fallegan? Vil ég standa fyrir Jesú og sýna fólki að Jesús er hreinn? Hann er kærleikur og hann er líka sannleikur og hann er hreinn. Og elskan hans er hræsnislaus. Hún er hræsnislaus. Og þess vegna þurfum við stundum að spyrja okkur sjálf, þessi ákvörðun, prýðir hún kenningu Krists? Þessi lífsmáti, prýðir hann kenningu Krists? Við getum aldrei breytt því sem við höfum gert, en við getum ákveðið okkur í dag, hvað ætla ég að gera núna? Gjöru þetta mig að vitni það að Jesús er Kristur, að hann er bjargið? Eða er ég til ásteytingar? Þannig að sem kristi fólk þá höfum við val, við getum orðið til þess að vegi sannleikans sé hallmælt, eins og við talaðum í fyrra Pétursbréfi 2:2, að þar komu falsspámenn og af því að þessi falsspámenn komu inn, þá var vegi sannleikans hallmælt. Þeir höfðu eitthvað á þá, af því að þeir voru ekki hreinir, þeir voru ekki heilbrigðir, orðið var ekki ómengað, það var ekki heilnæmt og Pétur talar þetta að sakir þeirra var vegi sannleikans hallmælt. Þannig að við höfum þetta val að við getum orðið til þess sem kristnir einstaklingar að vegi sannleikans sé hallmælt. En við getum þá gert iðrun, snúið við. Eða við getum vottað og verið vitni að Jesús er sá sem hann er, hið sanna bjarg, og orðið til þess að menn þekki Guð fyrir hans fólk. Að menn munu þekkja Guð að því þeir sjá okkur. Og Páll segir á einu stað, nú bendi ég ykkur á miklu ágætari leið og ég ætla að enda á þeirri ritningu sem er í 2. Tímóteusarbréfi, 3. kafla, 16. vers. Sér hver ritning er innblásin af Guði nytsöm til fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þannig að ritningin, kenningin, hún hjálpar okkur, hún leiðréttir okkur, hún vandar við okkur og hún menntar okkur í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Sá sem tilheyri Guði, hann er tilbúinn og hann er hæfur til sérhvers góðs verks. Af því að hann er búinn að skoða lífið sitt og hann er búinn að snúa einstefnu lokhonum sumstaðar við svo að hið lifandi vatn byrja að flæða
Stundum þurfum við að gera það, við þurfum að fara og leyfa orðinu að rannsaka okkur og skoða okkur og sjá hvað að og vakna fyrir alvöru og fylgja honum. En það þetta þetta bara talaði svo sterkt til mín að prýða kenningu Krists. Ekki vera á þeim stað að honum verði hallmælt, heldur að við prýðum hans kenningu. Og Faðir, við þökkum við bara fyrir orðið og ritningarnar. Þakka þér fyrir Drottinn kenninguna, þakka þér fyrir andan, þakka þér fyrir allt sem þú vilt gjöra á meðal okkar, Drottinn, og þakka þér fyrir að þú vilt starfa og Drottinn opinbera sjálfan þig í orðinu á meðal okkar. Drottinn, sem við göngum að borði þínu núna í dag, þá viljum við heiðra þig. Og Drottinn, þakka þér bara fyrir það að þú hreinsar okkur stöðulega, þú, Drottinn, áminnir okkur og þú leiðréttir okkur og þú elskar okkur, Faðir, með heilugum, hreinum kærleika. Amen. Amen. Þá ætla ég að biðja Snorra að koma og hann ætlar að leiða okkur inn í brauðsbrotningu. Amen. Við ætlum ekki að senda þetta út núna og líkur útsendingu og bara ganga brotningubrauðsins. Og ég ætla að byrja því að minna ykkur á það sem að Páll Postuli segir við okkur. Þannig þetta stórt atriði fyrir okkur kenningarlega. Það segir í 10. kapitala 1. Kórinthubréfs. Sá bikar blessunarinnar sem við blessum, hann ekki samfélag